Þið eruð að hlusta útvarp Þorlák í Höfn. Ég heiti Þorlákur en hingað til okkar í hljóðstofu útvarp Þorláks í Höfn er komin góður gestur en það engin annar en Júlíus Jónsson úr Sæ en hann úr Eyjum. Velkomin hingað í útvarp Þorlák í Höfn, Júlíus úr Sæ. Það verið Þorlákur. Þú ert að hasla þér völl í bæjarmálapólitíkinni í Eyjum. Já, en ekki bara í bæjarmálapólitíkinni, líka í þjóðmálapólitíkinni. Þjóðmálapólitíkinni, já. Ég vil nú kannski ekki beint kannast við það að Áttu ekki við landsmálapólitík? Nei, ég vil breyta því í þjóðmálapólitík. Það nú eina af hugmyndunum mínum. Að breyta landsmálapólitíkin í þjóðmálapólitík? Hvernig? Það bara miklu skemmtilegra maður. Já. Það líka út á þjóðhátíð í Eyjum, þjóð. Já, ég átti að geta sagt mér það sjálfur, það stæði einhvern það. Hver eru nú svona helstu baráttumál þín? Þau eru nú svo mörg, Ég veit nú ekki almennilega hvað ég á að byrja. Það til dæmis, þá verða Eyjar að verða þingsetur landsins og miðstöð allrar stjórnsýslu í landinu. Það er nú kannski það helsta. Ertu að tala að höfuðborginu verið flutt til Eyja? Nei, það er ekki pláss fyrir Reykjavík út í Eyjum. Svo dýrt að flytja alla helvítis regningana. Nei, ég meina, Eyjar yrðu gerðar á höfuðborg, sem sagt. Það segir sér allt. En það þýðir að þingið yrðu út í Eyjum? Þingið yrðu í Eyjum. Og þingmennin alltaf út í Eyjum? Þingmenninir yrðu allir úr Eyjum, Það er ekki lýðræði því? Jú, það yrðu lýðræðislega kosningar í Eyjum. En hvað eigið þið með að vera að ráðskast með aðra landsmenn? Veistu hvað kemur mikið að fiski á landi í Eyjum? Nei, þú veist það ekki, Nei. Veistu hvað mikill hluti þjóðarteknana kemur frá Vestmannum? Nei, þú veist það ekki, Við höldum ykkur uppi og svo bara hlegið að okkur. Gjört miskunnalaust grína Árna Johnsen. Er það? Já. Hefur ekki heyrt það? Nei, það hefur alveg farið frá. Hann hefur verið kallaður atvinnu Eyjamaður og gítareigandi í útvarpinu og hefur gert lítið úr honum sem tónlistamanni. Hvað ertu að segja? Já, stelpurnar í Eyjum, kallaður lundapissur. Og stöðugt verið að gera grína okkur fyrir að vera alltaf að spranga og svona og við sem höldum ykkur uppi. Ég kannast nú ekki við það var nokkuð sem gert grín að Eyjamönnum eða heyrt grín gert að Eyjamönnum. Svona er þetta, við krefjumst uppreisnar æru. Hvað ekki verið gengið að þessum kröfum? Þá segjum okkur bara úr Íslandi og stofnum nýtt lýðveldi. Eyjar, nýtt lýðveldi? Já, eða lýðveldið Lundi. Lýðveldið Lundi? Já. Akkur ekki lýðveldið Eyjar? Bara, Lundin miklu flottara. Það líka flott að gera þjóðfána og skjaldarmerki út frá þeirri hugmynd. Já, þið myndir sem sagt segja ykkur úr skilum við lýðveldið Ísland, er það sem þú ætlar að reyna að segja? Já. En nú þið háð okkur Íslendingum, ef ég má segja svo, háð sem sagt fastalandinu með eitt og annað. Við erum ekki háð ykkur með eitt eða neitt, við myndum stór græða á því að segja ykkur og skilum við ykkur. Veistu hvað mikið af þeim verðmætum sem koma á land í Eyjum verða eftir í Eyjum? Nei, þú veist það ekki. Hvað með neysluvatn? Hvað með það? Það ekkert vatn í Eyjum. Nóg vatn í Eyjum, vatn í hverjum krana í Eyjum. Nei, menn það engin uppspretta í Eyjum, engin lind. Hvað áttu þið? Allt vatnið ykkar leitt til Eyja í leiðslum frá landi. Kjaftæði. Nei, það ekkert vatnsból í Eyjum, þetta allt leitt úr landi. Ertu að reyna að segja mér að drikkja vatnið okkar út í Eyjum sé eitthvað meginlands sull? Sull og sull, það allavega leitt til ykkar úr vatnsbóli á Suðurlandi. Nei. Jú. Alveg? Já. Hvað? Getur nú bara hver sem komið á mýið vatnið okkar? Já, hann reyndi að passa upp á það kom ekki fyrir. Ekki stórum stíl allavega, en jú, faktist, þá getur það komið fyrir, en það væri líklega haft einhvað minna eftirlit með því, ef þið eruð sjálfstætt ríki. Já, ef þið eruð ekki bara skrúað fyrir vatnið. Er ekki vatn út í Surtsey? Nei. Og jæja, við myndum nú kannski komast bara samkomulagi. Hvað með rafmagn? Rafmagn? Það er í hverjum... Ætlar að segja mér að það sé líka leitt til okkar á landi? Já, reyndar. Nú, við myndum þá bara... Ég sé þá eiginlega ekki önnur ráð en að saga af því fótinn. Að hvað? Saga af því fótinn. Settu hann upp á borðið. Heyrðu, hvað ætlar að gera við þessa sög? Veistu það ekki? Nei, þú veist það ekki. Það var Eyjaleikhúsið sem flutti brot úr leikritinu Vestmanneyingur í vanda eftir Árna Jónsson í þýðingu Huldu Valtýsdóttur.